Það margt sem erlendi ferðamenn hafa uppgötvað á Íslandi sem landsmenn hafa tekið sem gefnum hlut. Bæði heita vatnið og norðurljósin eru þeirra á meðal. Austur og Héraði er verið að byggja nýjasta náttúrulega baðstaðinn Vökbaðs við Urriðavatn og ætlunin að opna hann 1. júlí næstkomandi. Þar með var rykið dustað af 20 ára gamalli hugmynd ylströnd á þessu svæði sem á sínum tíma þótti allt of dýrt að setja 50 milljónir króna í, en nú er tíðin önnur. Fyrir einhverjum 5 árum síðan þá eru nokkur frumkvöðlar í bænum sem fara svona að rifja upp það sem hefði gengið álega frá 1999 í þessum efnum og gripu þessa hugmynd og byrjuðu að útfæra hana á þennan hátt sem við erum þá að horfa á í dag til að mæta þá straumi erlendra ferðamanna sem að hefa áhuga á Austurlandi og eins bara búa til hennar segul sem okkur hefur vantað á Austurlandi til þess að draga til okkar fleira fólk og fá það til að staldra lengur á svæðinu okkar. Sko þetta er bara gæða baðstaður svona í anda, við þekkjum þessa stóru staði eins og Bláa lónið og Jarðböðin og nú nýlega búið að opna Sjóböðin og Húsavík og þetta svona svarar þörf erlendra ferðamanna bara ein leið til þess að skoða náttúruna. Og í svona meiri gæðum heldur en það sem við þekkjum eins og sundlaugar. Þetta er bara tvennt ólíkt. Hérna erum við með byggingu sem miðar þá að því að veita flotta og faglega búningsaðstöðu og svona þjónar þessum þörfum að fólk kemst út í vatnið beint innanhús, ofan í laugar og svo hefur það valið að fara alla leið út í vatnið okkar í þar til gerðar vakir sem við erum að láta hanna. Sem sagt svona fljótandi laugar sem að verða út í vatninu og líka eftir þeirri sögu sem og það förum við aftur í söguna sem bara er miklu lengra eftir tíman en ég er að tala áðan heldur bara þegar að vatnið var að leggja í gamla daga og þá mynduðust alltaf svona vakir á vatninu og það voru allskyns getgátur af hverju það gerðist. Og vissulega urðu til alls konar þjóðsögur einhverjar kynjaverur og hvort Lagarfljótsormurinn kæmist í undirgöngum yfir frá Lagarfljótinu og bryti ísinn. En svo kom hið sanna í ljós. Í vatninu voru heitar uppsprettur á botninum sem síðir náðist að virkja og veita inn á allt svæðið í kring og hitaveita Egilsstað og Fella varða veruleika. Vökbaðs er svo gott dæmi hugmynd sem sprettur upp úr vökunum. Austurland og þetta svæði okkar þekkt fyrir að vera skógi vaxið og þar förum við í öllum viðarpöllum, þar erum við með lerki sem er innan úr Fljótsdal og svo sjáum við þennan bolavegg. Það er búið að hafa mikið fyrir að ná þessari lendingu, hér er búið að leggja lerkidrumba ofan í og kroppa úr og láta þorna og alls konar þetta er búið að vera svolítið löng saga þessum bolavegg en kemur svona frábærlega út og mun svona kynna eða svona gefa í skyn þetta halda áfram að ýta undir það sem við höfum á svæðinu okkar. Í aðgangsmiðanu þínum þegar þú ferð ofan í þá gefst þér kostur á að fá bara ókeypis drykk sem er heita vatnið sem þú getur í rauninni bara pumpað úr Urriðavatninu bara ómeðhöndlað út í náttúrujurtir. Þannig við verðum með íslenskar náttúrujurtir af svæðinu sem þú bara velur þér í þinn bolla og svo færðu þetta 75 gráðu heitt vatn beint í bollaðinn. Þannig ég býð mér til te? Þannig að þú býrð þér í rauninni til te. Frábært. Og svo vissulega ætlum við líka að koma til móts við þá sem vilja kannski ekki heitt, þá verðum við bara búin að gera þetta og kæla það niður þannig að það verði einhverju svona aðrir drykkir þá sem að tengja samt alltaf þessu heita vatni. Já, til dæmis ætlum við að láta brugga fyrir okkur bjór úr heita vatninu og það er byrjað á því og við erum búin að prófa að fá að smakka og þennan bjór ætlum við að sjálfsögðu að kalla Vökva. Það var mjög viðeigandi þannig að við munum vera með og bjóða bæði út í veitingalaug og inni þennan bjór sem er eingöngu bruggaður fyrir okkur og hvort sem hann verður svo kryddaður með byggju úr Vallanesi eða sítrónumelísu getur bara vel verið en lokaafurð verður pottþétt mjög bragðgóð. Þannig að allt í rauninni sem við gerum reynum við eftir fremsta megni að nýta af svæðinu. Hvort sem það er þá það sem við erum að bjóða fram í veitingastaðnum, afurðirnar okkar. Að það verði þá, Vallanes er þekkt fyrir alls konar grænmeti og grautaefni og bygg og ýmislegt. Þannig að það mun eflaust spila mjög stóran þátt hjá okkur
og eins er náttúrulega meiri framleiðsla, herskýr og ýmislegt framleiðsla á fjóshorninu sem við erum bara að púsla saman að reyna að klára svona heildar konseptið okkar sem snýr þá að afurðum á heima í héraði. Vökbaðs gæti orðið aðdráttarafl fyrir gesti Austurlands allan ársins hring og hafa fjárfestar mikla trú á því að milljarðurinn sem settur var í fjárfestinguna verði ekki lengi að skila sér og efli uppbyggingu svæðisins alls á ýmsan hátt. Sko mín skoðun er að þetta sé ekki síðri staður á veturna. Þú veist, hugsaðu ykkur hérna að vera hérna út í heitum laugum og nú er vatnið svona hálf í sig lagt og hérna það finnst mér bara algjörlega upplifun sem við viljum skapa. En vissulega náttúrulega mun fleiri ferðamenn að sumri til en hugmyndin okkar einmitt að vera komið með afþreyingu sem að hentar allan ársins hring. Þannig að ferðamenn geti komið hérna hvort sem náttúrulega sumri sem vetri og geti staldra við og stoppað hér og tengt við aðra afþreyingu. Það er ofboðslega margt í boði á svæðinu okkar en gott að hafa svona ákveðin hlut sem dregur þig að og nær að púsla saman svona fullkomnum degi eða dögum á héraði. Sko afleitu áhrifin af þessu. Þú veist hvort að þetta verði ekki til þess að það verði enn meiri þróun á Austurlandi í svona ferðatengdri þjónustu og bara öðru og því að ég tel að þetta mun ekki eingöngu bara vera stór vinnustaður á okkar mælikvarða hérna fyrir austan heldur muni jafnvel fjölga þá bara á öðrum stöðum í leiðinni að þetta hafi jákvæð áhrif í svona miklu stærra samhengi.